Ó, þeir ekki sætir, fröken? Svona, já. Duglegi álfurinn minn. Jæja þá, ég held að séu komnir. Dugleg stúlka, lafði gyðja. Þú ert búin að eignast 5 fallega hvolpa. Jæja, allars ekki best ég þrífið þetta. Hvernig líður þeim, væna? Ó, bara vel, Matti. Ætti ég að gera eitthvað fyrir Júlíu frænku? Nei. Jæja, litla fröken, allars ekki best að við snirtum hennar hátign drottningarmóðurinnar. Frænka henni er búin að mælast til áheyrnar hjá lafri gyðju og það er næstum komið vika síðan hún fór í hárgreiðslu. Matti. Já, væna? Af hverju hefur Júlía frænka ekki komið í eldhúsið síðan hvolparnir fæddust? Hún hefur ekkert komið til lafðinnar eftir það. Já, elsku Halla mín, það er ekki gott fyrir sjálfsálitið að liggja steinrótuð eins og síld á sunnudegi, ef þú skilur hvað ég meina. Mig grunar að síðan þá hafa hún verið að reyna að finna afsökun fyrir hugleysinu. Ég þora að veðja að hún afsakar sig með viðkvæma blóðinu. Við verðum bara að bíða og sjá. Heldur hún leyfa okkur að halda Krulla? Krulla? Ertu búin að gefa litla óbóna gestinum nafn? Já, út af Krullinu og litlu skrýtnu rófun hans. Hvað finnst þér? Ég er hrifin af rófunni, hrifin af nafninu og hrifin af honum. Ég líka. Heldur að Júlía frænka sjá að gyðjan á hann ekki? Hana, nú sér hún örugglega engan mun á þeim. Júhú, nú er heimsóknartími á fæðingadeildinni. Jæja, svo líður öll betri í dag, fröken. Uss, ég er orðin stólslegin aftur eftir hvíldina. Ég skil ekki hvað olli svona hræðilegu ofnæmiskasti. Ég er með svo viðkvæmt blóð, skilurðu. Og hvernig líður elsku gyðjunni minni? Ég sé að hún er á batavegi. Fyrirgeðu að ég komst ekki til í fyrr, lafði gyðja, en ég er búin að vera hálflasin. Gjörðu svo vel, lafði gyðja. Hér er svolítil gjöf handa mömmu litlu. Jæja, nú skulum við líta á blessu börnin þín. Ég er búin að finna nöfn handa þeim öllum. Þetta er Penelopa prinsessa. Er það ekki sætt? Og þetta er Gullauga greifi. Næst er það Blíða Barónessa. Og þá er það þessi, Herra Hertogi, yndislegt nafn. Og þig skýri ég Loga Lávarð. Og þetta litla og yndislega hjartagull ætla ég að kalla... Hvað er þetta? Já, fröken, ætli það megi ekki kalla hann óboðinn gest frá öðrum heimi. Aðskota dýr? Já, öllu heldur gestur, fröken. Heimilislegs munaðarleysingi sem var svo lánsamur að hitta lafri gyðju. Og mér fannst ekkert að því fyrst hún var með svona mikla mjólk. En hvað ef hann smittar hvolpa gyðjunar? Við veitum ekki hvaðan hann kemur, hvar hann hefur verið. Já, fröken, ég held að sé ekki hægt að smita neitt af sleðadrætti. Sleðadrætti? Já, Krulli er sleðahundur, eða virðist vera það. Ég mátti vita að þú stæðir fyrir þessu. En sleðahundur í sömu körfu og margverðlaunaðir afganhundar, ertu gengin af vitinu? Út með hann! Nei, heyrðu mig nú, fröken Júlía.
Sleðahundunum veitir ekki af mjólk frekar en hvolpum lafðinnar. Hún hefur nóg og hann þarf mjólk og ef ég fæ einhverja ráða þá er þetta útrætt mál. Þú getur skipað mér fyrir verkum og þú getur líka ráðgast með skýrleikstelpunana frænku þína. En þetta er bara hvolpur og þú fleygir ekki hvítvoðungi út í kaldan, grimman heim fyrir en hann orðið nógu stór til að bjarga sér sjálfur. Gott og vel, Magdalena. Krulli má þá vera hérna meðan lafði gyðja leyfir honum náðarsamlegast að nærast á mjólkinni sinni. En leið og það er búið að venja hann undan, þá fer hann líka hérðan. Skiljið þið það báðar tvær? Já, fröken, hvort við gerum. Gott. Ó, takk. Þú þakkar mér ekki fyrir þetta eftir 6 vikur þegar það er búið að venja það á spena. 6 vikur? Já, það er fresturinn sem við höfum til að finna ráð til að halda Krulla. En ég tók samt þennan konuglegu nölduskjóð á beinið, ekki satt? Jú, svo sannarlega. Já, hérna hér, þetta var mikilfengleg innkoma. En ég hugsa samt að gólfið eigi eftir að muna þetta lengur en ég. Heyrðu, er þetta sultarsvipur eða ertu bara svona glaður að sjá mig? Ég er ekki hissa. Þú ert alltaf svangur þegar ég hitti þig. Þetta eru fögur hljóð, vinur minn. Þú hlýtur að geta sungið fyrir mat þínum. Ég var að grínast, góði. Komum, finnum eitthvað handa þér að borða. Gjörðu svo vel, engin höll að ég kalli þetta heimili. Ég geti kallað það Gvend en það væri út í höll. Þetta er algjört rottugrenni. Gjörðu svo vel. Óðalsostur, minning dýrðardaga. Eða í þínu tilviki, bit í munn og maga. Já, hérna, hér, nú er ég hlessa. Þú kannt óneitt sitthvað fyrir þér, strákur. Gáum hvort þú getur bætt einu við. Já, hérna, nú er ég alveg grallaralaus. Nei, reyndar er ég mest í grallari. Þú stendur eins og hetja, góði. Þetta er greinilega meðfæddur hæfileiki. Eins gott við ófæddur hæfileiki kemur ekki að neinu gagni. Lokaatriðið er aftur á móti ekki nógu gott. En við ættum að geta kippt í lag. Jæja, Kvötti, boltinn er hjá þér. Alveg yndisleg hugmynd, Júli, að drekka kaffi hérna á stéttinni. Á sólpallinum, elskan. Já, fyrst þegar það hugsa að taka mig í félagið og jafnvel í stjórn, þá fannst mér þetta hæfa tilefninu. Já, eins og þú veist, Júlía, þá er afar tímafrekt að hugsa hjálparstarf kvenfélagsins. Já, hvort ég veit. Við gætum þess vel að taka ekki inn nema umburðarlyndar og hjartagóðar konur. Auðvitað. Ó, hafið annars hitt Höllu frænku mína? Ég er búin að annast hana síðasta árið eða svo, meðan bróðir minn vesalingurinn er að koma aftur undir sig fótunum eftir mikið ólán. Hún er alveg yndisleg. Okkur kemur svo vel saman, já, svo vel að það er alveg eins og ég eigi hana sjálf. Góðan dag, frúr. Mætti ég bjóða ykkur meira te? En indælt. Það er fallegt að þér að taka hana að þér, Júlía. Fallegt af mér? Hvaða bull? Hún er frænka mín. Þið myndið allar gera það sama. Er skemmtiatriðið okkar tilbúið, Halla mín? Já, elsku frænka. Dásamlegt. Komdu til mín, elsku barn. Gættu þess að það verði alveg svo ég sagði.
Hefjum sýninguna. Hvað skildi Júlía ætla að gera? Mikið hún falleg. Ég skil hvað hún hefur unnið mörg verðlaun, Júlía. Hún stórglæsileg. Alveg gullfalleg. Ó, en sæt. Ég stórhrifin. Ó, já. Ó nei, hver nú þetta? Þetta það fyndnasta sem ég hef nokkuð tíma séð. Mikið hefur sett saman skemmtilega sýningu. Já, hann skemmtilegur. Þetta flækingur sem Halla fann. Yfirleitt hann nú ekki mikið með hreinræktuðu hundunum mínum. Svo frænka henni jafn góð og væn og þú sjálf, Júlía. Þú hlýtur að vera reikin af henni. Já, ég það, auðvitað. Þannig séð. Já, þakka þér fyrir, en sniðugt. Ó, ég stórhrifin. En gáfaður hundur. Duglegur Seppi, Krulli. Já, ég segi fyrir mig að ég stórhrifin. Já, ég líka. Kona sem svona hjartagóð og þolinmóð og hún tekur að sér flækingsund og kennir honum að leika listir einmitt rétta konan í kvenfélagið. Í alvöru? Já, tvímælalaust. Þessi hundur alveg dásamlegur. Gætirðu ekki látið hann sýna góðgerðarskemmtunin eftir mánuð þegar þú tekur við formennsku? Áttu við? Auðvitað, Júlía. Þú ert svo hjartahlý og þolinmóð kona að við viljum endilega fá þig í félagið. Hundarnir þínir eru allir fallegir, Júlía, en þessi algjört metfé. Já, þakkar. Takk fyrir Má Krulli þá vera áfram? Fyrst svona fór, víst ekki annað að velja. En ef þið svíkist svona að mér aftur, þá fleygi ég ykkur öllum umsvifalaust á dyr, hvað sem öllum kvenfélögum líður. En svo endaleysa. Besti vinur mannsins, það til og stundurinn, af öðrum höndum frekk á elsku besti Seppinn minn. Fölska leysir vinátt það sem veitt hann hefur mér, af línum allra bestur í heiminum hann Ef velja leið og döpur, hann víkur einir frá, því virðist sólin alltaf skína heiðum himni á. Hann gætir mig og gleður og léttir mína lund, ég lánsum að eiga svona yndislegan hund. Hann tekur mig í bítið og við bregðum okkur út, við besta vin minn leiki, það gleymist storm og sól. Hann hjálpar mér á kvöldin ég bænir mínar bið, nei betri vin á engin og því aldrei skiljum við. En ferja leið og döpur, hann víkur einir frá, því virðist sólin alltaf skína heiðum himni á. Hann gætir mig og gleður og léttir mína lund, ég lánsum að eiga svona yndislegan